Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, næst ætlum við að líta til umhverfismálana. Ég ræddi við Andra Snæ Magnason í gær og bauð honum að koma hér að rauðaborðinu og ræða þennan málaflokk. Hann gat það ekki, hann er í önnum, hann er meðal annars að leggja hönd á bók sem að styttist í að koma út. En hann orðaði þannig að það væri búið að hertaka málaflokkin umhverfismál af teknókrötum og orkuiðnaðinum. Og mér líður eins og að margir geti tekið svolítið undir þetta þegar við horfum á áherslur ríkisstjórnarinnar og þá umræðu sem er í fjölmiðlum og þá umræðu sem er þessi mál þessa dagana. Og ég fengi 3 góða gesti til að ræða þetta mál með mér í dag. Það er Kristín Vala Ragnarsdóttir, þú ert prófessor emerita og jarðfræðingur, umhverfissinni og baráttukona svo nokkuð sem nefnt, vertu velkomin. Takk. Árni Finnsson, Náttúruverndarsamtökum Íslands, velkomin, og Björg Eva Erlendsdóttir, þú ert framkvæmdastjóri Landverndar. Sko, þið heyrðuð mig þarna vitna í Andra Snæ. Byrjum á þér, Kristín Vala. Hafa orðið einhvers konar vatnaskil, eru málsvarar umhverfisverndar, hafa þeir veikari rödd nú en bara langt skeið? Það má eiginlega segja að það sé núna árás á náttúruna frá öllum hliðum. Það er bara þannig. Það er túrismin. Nú hérna er ekki einu sinni hægt að halda við göngustígum jarðhitasvæði eins og til dæmis í Námaskarði. Af því það veit enginn hver á að sjá þessa stíga. Nýlega var andlát ungra stelpu í Reynisfjöru af því að það hefði ekki verið sett upp skilti, af því að eigendur lóðan áttu vist að gera en það var ekki sett upp í marga mánuði, af því að enginn vissi hver átti að setja það upp, en svo kom í ljós að það voru landeigendur. Að vísu víst fólk að geta fylgja þessu neitt mjög vel eftir samkvæmt fréttum núna í vikunni, jafnvel þótt að skiltin séu komin. Svo er á að byggja baðlón í flestum sveitafélögum. Það er líka vindorka er á teikniborðinu á það vel 40 stöðum út allt land og þar virðast margir sem að komu fram í og voru svona leiðandi í fjármála ruglinu fyrir hrun. Þeir eru komnir þar á sveim með orkumálin í staðan fyrir fjármálin og eru með marga erlenda orkurísa á bakvið sig. Og það er og þetta er bara tvennt. Svo er það náttúrulega sjókvíeldið og við höfum náttúrulega séð hvað er að vera þar og sleppingar upp í ár á Vesturlandi, en samt á að knýja áfram með meira sjókvíeldi og þessi iðnaður á að fara af stað, jafnvel þótt að íbúar á svæðinu séu algjörlega á móti því eins og til þess á Seyðisfirði. Þannig að það er bara almenn árás á náttúruna og náttúrun hefur enga rödd og þess vegna eru umhverfissinnar og umhverfissamtök svo mikilvæg að standa upp og segja bara bíðum aðeins við. Já, svo ég nefndi ekki einu svona skógrækt og það er alls konar annað sem er í gangi. Þú fær fleiri tækifæri til að ræða málið. Árni, plús það sem að Kristín Vala nefnir þá erum við ekkert að minnka losun. Nei, ef ég má umorða það sem Andri Snær sagði, það ásist að gríðarleg græntóttur af hálfu orkuiðnaðarins og annarra aðra sem að vilja nýta náttúruna og ég rek mig til dæmis það að reka sig allar það að tala orkuskipti og þá að byggja nýja virkjun fyrir orkuskipti. Hvað á
hvernig sú umskipta gerast. Það kemur hvergi fram. Nei. Heldur segir að það vanti meiri orku, við þurfum að byggja Hvammsvirkjun vegna þess að við þurfum að hafa orkuskipti. En hvar á að draga saman losun með byggingu Hvammsvirkjunar? Já. Það veit enginn og nú kemur í ljós í gær að losun hér á landi hefur aukist og við erum Þvert á öll markmið. Já, þvert á og við erum ólíklegri að stjórnvöld sem berum ábyrgð á þessu eru ólíklegri að ná þeim markmiðum sem að sett höfðu verið og ég verð að segja sko bara ekki endilega þessi ríkisstjórn og ekki endilega sú sem var undan eða sú sem var þar á undan. Það hefur bara skort algjörlega viljan til að draga úr losun. Og svo kom menn að blaður orkuskipti. Það er bara að plata almenning að virkjanabygging sé eitthvað sem að bjarga loftslaginu. Þetta er illa gert og það er dálítið erfitt fyrir náttúruverndarsamtök að koma upp með þetta vegna þess að við höfum ekki mikinn aðgang að fjölmiðlum svona með ýmsa aðra drottningar sem koma þar vikulega. Og okkur vantar einhvers konar óháða umhverfisstofnun sem að sko heldur fram staðreyndum máls. Við erum ekki með svoleiðis stofnun núna í umhverfisstofnun. Nei, sko umhverfisstofnun er náttúrulega bara að telja tonnin sem eru losuð og þau gera það sjálfstaflega rétt en okkur vantar stofnun sem sko, tekur meira fram staðreyndir. Við höfum orkustofnun en við höfum líka Landsnet og Landsvirkjun sem gefa út eigin skýrslur eins og þær stofnunir Landsnet og Landsvirkjun væru í raunin orkustofnun. Og það er ekki treystandi. Björg, ef af því að Kristín Vala nefndi að náttúran ein og sér og sjálf, hún hefur ekki rödd, þannig að við þurfum að tala hennamáli. En mér finnst líka bara að þingmenn og sveitstjórnarmenn og bara pólitískir fulltrúar núna þeir sem áður reyndu að tala fyrir umhverfisvernd og náttúruvernd mér finnst vera bara færri raddir í þeim hópi en ég veit ekki hvað áratugum skiptir. Er það þín tilfinning líka? Ég nú sammála öllu því sem þau tvö hér hafa talið upp. Þetta svolítið svona eins og þau að lýsa en ég mjög bjartsýn á að þetta sé að breytast bara nákvæmlega núna og þótt að það vanti þessar stofnanir sem að gætu lýst fyrir okkur staðreyndum en ekki bara eitthvað sem þau vilja séu staðreyndir að þá finnst mér að það sem hefur gerst núna síðasta árið er að almenningur er farin að sjá í gegnum þetta og ég er ekki alveg sammála því að náttúran hafi ekki rödd. Hún hefur rödd og við erum hér og við höfum nú eitthvert aðgengi og ég sitt hér við hliðina á eina manninu sem hefur haft náttúruvernd aðalstarfi bara allan sinn starfsferil og það er bara merkilegt í sjálfu sér að þessi rödd hefur alltaf verið til, hún heyrist misvel en almenningur, ég bara finn það að almenningur er mjög mikið með okkur og það sem Landvernd hefur rekið sig á núna síðustu mánuðin og misserinn er stundum að sko að þótt að stjórnmálafólk og orkugeirinn tali frekar illa okkur sem öfgafólk og það vorkenna okkur hvað við séum agaleg að þá finnst félögum okkar að við séum ekki nógu róttæk einu sinni og þetta reki mig á bara aftur og aftur varðandi ekki síst vindorku það er rosaleg eiginlega heift í gangi þar sem að ég held að stjórnmálamenn þurfi að taka alvarlega og þeir þurfa að tala miklu meira við fólk og ég sé einhver teikn á lofti það að ríkisstjórnin núna og umhverfisráðherrann sé farin að hlusta á fólk sem að fleiri heldur en orkugeirann fyrir kosningar þá hlustaði engin stjórnmálaflokkur á neitt nema atvinnulífið og þau voru bara í pallborðum alla daga með atvinnulífinu
og venjulegt fólk getur ekkert boðið stjórnmálafólki í pallborð sem kosta 3 milljónir í hverju viku. Þannig að það er rosalegt ójafnræði í gangi og hlutverk okkar er mjög stórt. En ég finn að það er eitthvað að gerast og þessi geiri þarna, frekju orku geiri, er búin að ganga fram að sér sjálfur. Þannig að fólk trúir þeim ekki lengur. En finnst þér aftur vera að greina af því að ég var að spyrja þig stjórnmálafólkið, sveitstjórnarfólkið og þingmennina, þú segir að almenningur sé að rísa upp en finnst þér góðir hlutir vera að gerast innan stjórnmálahópsins? Það mun fylgja í kjölfarið. Almenningur rís upp fyrst og þá verða stjórnmálamenn að hlusta. Já, þeir munu gera það. Einmitt. Hérna, sko, ég ætla aðeins að fara yfir svona það sem að mætti nefna til að rökstyðja það sem hér hefur komið fram að sko það hafa við höfum séð breytingar á því að virkjanir sem áður voru í verndarflokki, það er búið að ýta þeim fram í biðflokk. Við vitum ekki alveg hvað er að gerast með lagalegt umhverfi þegar kemur að úrskurðum og snúningi í því. Við vitum að öfgar í veðri skekja tilveru okkar Íslendinga og ekki síst margra annara þjóða án þess að það sé svona einhvern veginn aktív umræða viðbragð við því. Við vitum að höfin yfirborð sjávar að hækka og það bara ansi hratt. Við vitum að lönd munu sökkva og við munum öll að fyrir nokkrum árum þegar Greta Thunberg var mjög áberandi að þá voru allir fjölmiðlar á fullu fyrir COVID að segja nú verðum við að allar hendur á dekk og nú þurfum við að koma í veg fyrir hræðilega hluti. En sko það er ekki bara að sú rödd sé þögnuð eins og ég upplifði þetta, heldur sko er beinlínis eiginlega aftur bakslag á sumum vígstöðum. Deilir þú því? Ég held ekkit að Greta Thunberg eða ungliðarhreyfingin sem hefur verið að mótmæla á föstudaginn sé þögnuð. Nei. Þetta kemur bara ekki í aðal fjölmiðlanum. Já, ég skil. Það eru aðal fjölmiðlarnir sem þegja. Og ég var spurði sænska vinkonu mína, hvað er Greta Thunberg að gera núna? Hún sagði, hún er ennþá alveg á fulli og öll ungmennin í kringum hana. Já. En það er ekkit fjallað það í blöðunum lengur. Þannig að fjölmiðlar standa fyrir því að þaga þessi mál. Það finnst mér vera graf alvarlegt. Þannig að þú myndir bæta við málskrein Andra Snæs þegar hann segir að það sé búið að hertaka þennan málaflokk, umhverfismálina á teknókrötum og orkuiðnaðinum og fjölmiðlar eigi þar ekki síst þátt. Algjörlega. Já, einmitt. Hvað sko, þú ert náttúrulega mjög kunnur fræðimaður, það er mjög langt síðan þú byrjaðir að og þú veist í hópið þeirra fyrstu Íslendinga sem að vara þær við því sem að gæti orðið og hver getur þú sagt mér einhverjar svona leiðir sem við höfum til þess að ná aftur áttum? Já, þegar stórt spurt. Ég held að svona áhuga og svona málum komi í fösum. Unga fólkið okkar er ennþá mjög áhugirfullt yfir framtíðinni og loftslagsbreytingum og því sem því fylgir. En þau stóðu niður á Austurvelli á hverjum einasta föstudegi og ennþá er losun að aukast á Íslandi. Þannig að þeim finnst líklegast bara, þú eru náttúrulega að tala við þau því að ég er ekki fulltrúið þeirra, að þú veist til hvers að því það skeður ekki neitt. Og sko málsvarar náttúrunnar á þingi eru dottnir út, bæði VG og Píratar sem að voru með öflugustu umhverfis- og loftslagsstefnuna. Já, þannig að þar liggur augljós skýring að þínu mati. Já, eitt stóra vandamálið. Og Samfylkingin virðist ekkert verið að pikka þetta upp. Nei. Og ég setti nú inn status á Facebook í byrjun sumars sem ég auglýst eftir umhverfisráðherra.
og ég ætla að lega mér að auglýsa eftir loftslagsráðherra líka vegna þess að hann virðist bara vera orkumálaráðherra. Það er það eina sem að kemur þjótandi í fjölmiðla til þess að ræða er að nei, Hvammsvirkjun fer í gegn, jafnvel þótt að Hæstiréttur segi að það sé gegn lögum og jú, vindorkuverið í Gerpsdal, þar fer á stað. Jafnvel þótt að hafi verið í biðflokki. Mér finnst þetta stórfurðulegt. Og þess vegna þurfum við að stofna einhvers konar skuggaráðuneyti. Og ég held, við höfum verið að ræða það innan landverndar til dæmis að það þurfum við að gera eitthvað í þessum málum og fá þessar raddir frá almenningi sem að Björg var að tala til að koma fram. Árni, manni dettur í huga að það hef ekki verið gæfuskref fyrir íslenska náttúru og umhverfismálin þegar það var ákveðið í tíð næstsíðustu ríkisstjórnar ef mann rétt, að Guðlaugur Þór yrði bæði orkumálaráðherra og umhverfisráðherra. Á það ekkert að fara saman í sama einstaklingnum í pólitíkinni? Maður bara byrja að segja að ég sammála Björg ef það fólki misboðið og það bara ekki komið nægilega vel fram en sko Guðlaugur Þór tók við glaður reifur og ætlaði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hann sagði hvað eftir hann að við fyrirtækin, við samtök atvinnulífsins, við samtök iðnaðarins að þið kunni þetta, þið viti hvernig á að fara þessu þannig ég treysti ykkur til að gera þetta og þessi sömu aðilar, samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins og það er ekkert sem við getum gert og svo var ekkert gert og það var svona kjörtímabil dauðans sem það bil í loftslagsmálum sko. Hvort það fer saman við það fer bara eftir held ég svolítið viljan, þessum pólitíska vilja. Þarna var Sjálfstæðisflokkurinn í rauninni að drepa í dróma loftslags- og umhverfismál með orkumálum og ég bara hissa ennþá að VG skulle hafa látið sig hafa út í það. Þannig að þetta var nú ekki gott hjá VG á morgunsviðum fannst mér en að veita Sjálfstæðisflokknum umboð til að gera ekki neitt í loftslagsmálum það þykir mér furðulegt. En hvernig finnst þér Jóhann Páll fara á staði í þessu sama djópi? Já, leið mér að ég hann lítur að vera bara átt að sjá því að staða loftslagsmála er alveg skelfileg. Og með minnum að sé í dagskrá umhverfisþing sem að hann heldur núna miðjan næsta mánuð að það var að kynna fyrstu loftslagsstefnuna sem er svolítið svona arrogant að segja svona en hann greinilega átti sig á því að það þarf að gera miklu betur. Það er kannski mætti umræða að segja fyrstu alvöru loftslagsstefnuna eða eitthvað svoleiðis. En þetta vantar þessa stefnu sem er hægt að taka alvarlega í loftslagsmálum, það hefur ekki verið. Þetta er ekki illa gefið maður, Jóhann Páll, hann lítur átt sig á þessu. Spurningin er þá, getur hann gert eitthvað í málunum? Það sést líka á dagskrá þessara umhverfis þings. Hann ætlar að gefa málefnum hafsins meiri gaum. Kannski vill hann bara slá sér upp á þeim málum, hver veit. Og það var þá komið ljós en núna eftir rúmt hálft ár frá því hann tók við embættið þá held ég hann átti sjálf á því að hann er miklu vandastaddur. Spurningin er, getur hann sannfært okkur hann ætla að gera eitthvað í því? Björg, ef það heyrist oft sagt að COVID-faraldurinn og svo stríðsástand innrás í Úkraínu og núna mikil umræðum aukin útgjöld hér á Íslandi til varnarmála að þetta hafi bara svolítið skóplað umhverfismálunum út af sviðinu vegna þess að umhverfismálin sé ekki alveg í huga margra verkefni dags í dag, heldur getum við skotið því til morguns að hugsa þau, heldur að það sé eitthvað til í þessu?
ekki COVID held ég. En ég veit svo sem eitt það, en ég held ekki að umhverfismálin séu neitt farin út af sviðinu. Ég held að þau séu bara vaxandi og þetta mun bara koma stertir núna. Ég hlakka svolítið til þessa vetrar út af því ég held að það séu spennandi hlutir að fara að gerast. Árni svaraði ekki þessu með samslátt á þessum ráðuneytum. En ég held að ef ég svona tala út frá þeirri stemningu sem ég upplifi í landvernd að þá finnst félögum þar þetta vera bara einhvers konar geðklofa ástand að hafa þessi tvö ráðuneyti saman og það sé bara ekki gerlegt fyrir nokkurn mann hversu velviljaður sem hann kann að vera að þjóna þarna tveimur herrum samtímis hafa aðhald og vinna með þessu öllu og svo líka bara eitthvað óþægilegt við það að hafa ekki sérstakt ráðuneyti fyrir náttúru umhverfi og loftslag og það sé einhvern veginn svona pólitískur vilji hverra ríkisstjórnar eða hvers ráðherra sem ræður því hvort þú setur bara þennan risa málaflokk bara ofan í skúffu og einbeitir þér að orkumálum. Það er það sem hefur gerst og það er núna búið að gerast að þér virðist tvisvar nema Jóhann Páll taki einhverja algjöran viðsnúning frá því sem hann hefur gert á sínum fyrstu misserum í embætti, þá heldur þetta áfram eins og þetta var og fólk sér þetta og kann ekki við það og við höfum alveg fordæmi frá öðrum löndum þetta svona í Svíþjóð og ekki eru Svíjar sænskir umhverfissinnar ánægðir með það. Nei. Þannig að ég held að þarna væri bara mjög nauðsynlegt að breyta til aftur. Já, það segir sér líka sjálft að ruðningsáhrifin í orkugeiranum eru náttúrulega rosaleg, þrýstingurinn er rosalegur, þar eru peningarnir, þar er talið hagvöxtinn, ósjálfbæran hagvöxt, keyrðan áfram af því að við erum að gúma gagnvart framtíðinni. En en peningarnir í umhverfisverndinni eru náttúrulega bara brot með að við þá hagsmuni sem eru að virkja vonaða besta að líta fram hjá þessu og svo framvegis. Þannig að það eitt út fyrir sig er einhvern veginn bara virkar svolítið tapaspil fyrir umhverfishlið manns sem gegnir svona embætti. Það sem að mér finnst svo furðulegt að við framleiðum hérna meira rafmagn á íbúa heldur nokkur önnur þjóð í heiminum og það byrja 80% af orkunni er nýtt í stóriðju. Í hvað að nota þetta rafmagn? Spyr ég bara. Og það getur enginn sagt við mig akkur við þurfum öll þessi nýju vindorkuveri eða stækkun á virkjunum landsvirkjunar eða nýjar virkjanir. Og mér finnst þetta svo furðulegt vegna þess að ég sat í orkustefnunefnd ríkisstjórnarinnar hérna fyrir nokkrum árum sem var birt árið 2020 ef ég man rétt og í þeim samræðum sem var stóð yfir í 2-3 ár að þá var ég alltaf að reyna að fá upp á borðið samræður eigum við ekki að vera með einhverja stefnu í hvað ég var að nota þessu orku í framtíðinni en það vildi enginn ræða það. Enginn, það var bara ég sem var alltaf að reyna að draga þetta mál upp og við erum ennþá þar og það er alvarlegt mál við erum ekki bara að vera að framleiða orku til að framleiða orku. Nei. Þú minntist á Landsvirkjun. Já. Hvernig hefur Landsvirkjun þróast sem stofnun? Er hún orðin einhvers konar sjálfstætt afl, ríki í ríkinu? Hvað finnst þér Landsvirkjun? Og ég satt þar líka í stjórn hérna fyrir nokkrum árum að vísi ekki lengi því það voru kosningar og það þurftu framsóknarmenn að koma inn í staðinn en lærði heilmikið á því að sitja hérna hinum yfir borðið. Það er áhugavert að Guðmundur Andri skrifaði status á Facebook nýlega þar sem hann sagði að Landsvirkjun ásælnaðist Þjórsárveri líkt og Rússar Úkraínu og færði svo fyrir því rök. Það er mín sterka tilfinning að Landsvirkjun er alltaf að vera að leita sér að nýjum verkefnum að því þeir eru með 10 starfsmenna
sem að þurfa verkefni og þannig að það bara verið að reyna að finna verkefni til þess að halda fólkinu sinni í vinnu og það heldur ekki nógu góð stefna. Er eðlilegt að fólk flæði á milli til dæmis umhverfisstofnunar til Landsvirkjunar eins og verið hefur alveg bara mjög margir starfsmenn sem að fara frá umhverfisstofnun yfir til Landsvirkjunar? Ég hef svo sem ekki fylgst neitt mjög vel með því nema forstjóri umhverfisstofnunar var allt í orðin aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar sem ég fannst áhugavert. Nokkrir aðrir líkstarfsmenn fyrrverandi sviðsstjórar. Svo framvegis. Það náttúrulega lítill markaður fyrir störf í þessum geira á Íslandi þannig að það kannski nokkuð eðlilegt að fólk fara á milli en líklegast býður Landsvirkjun betri laun. Ég bara veit það ekki. Alveg eins og í fjármála bólinni að þá voru þeir sem að unnu innan stjórnsýslunar. Þeir voru allt í einu komnir inn í bankana á hærri launum. Þannig að það er mjög við ættum að fylgjast betur með þessu hvað að vera þarna. En þetta ekki eitthvað sem að ég hef fylgst neitt mjög vel með. Nei, þú hefði beðið morgun. Já, mér datt aðeins í huga þegar við vorum að tala þessa ráðherra. Ég sá frétt í morgun að Ísland hefur verið nýtt sem Bitcoin þvottaland og það fannst mér mjög áhugaverð frétt og ég held að ef við værum með sérstakann umhverfisráðherra þá væri hann alveg brjálaður núna. Og myndi bara strax segja erum við í alvöru að nota orkun okkar í Bitcoin þvottaver. Mér skilst að meiri hlutina af þessar gagnaverum sé í rafmynda greftri. Við höfum ekki fengið að vita það. En það vill enginn segja okkur hvað þessi gagnaver að gera. Og nú að byggja nýtt gagnaver í staðin fyrir Silikonverksmiðjuna á Húsavík. Er ekki staðan þannig að einu sinni var svo erfitt að fá upplýsingar það hvað Landsvirkjun fekk borga fyrir orkuna. Núna vil ég helst ekki segja hverjum þeir að selja hana. Já, einmitt. Það eitthvað skrítið. En varðandi orku og umhverfisráðherra þá held ég að með Jóhann Pálsson fór hann inn með miklum offorsi í þá virkjana sérlög fyrir Hvammsvirkjun og svo framvegis að ég var bara að segja þann að loftslagsmálin eru í þvílíkum út núna stjórnandi hafa staðið sér þvílíkt illa að hann, ungur maður velgefinn, velmenntaður hann átt að segja á því að hann verður að gera miklu betur heldur en fyrir hann miklu betur og ef við sjáum það ekki á umhverfisþingi þá bara Já, en hann virðist bara hafa nýtt rödd sína hinga til fyrir orkugeiran. Það alveg eins og hann sé bara orðin málsvari Viðreisnar sem að eru nýfrjálshyggju flokkur sem að er að draga okkur alltaf mikið til einkavæðingar og minga regluverkið og allt þetta sem að nýfrjálshyggjumenn eru þekktir fyrir. Hann hluti af þessari stemningu sem Andri Snær ræðir svo ég vitni enn og aftur í þessi ummæli að málaflokkurinn umhverfismál sé hertekinn af teknókrötum og orkuiðnaðinum. En það er tækifæri núna þegar það er komin þessi frétt sem komir í mokkanum þetta þvottaver Bitcoin að þá ættu nú stjórnmálamenn að stökkva af stað og segja bara hvað á þetta eiginlega þýða og það kom líka fram að þetta er ekkit einsdæmi og þetta var risaþvottur á þessu og við erum búin að vera að tala þessi rafmyndaver aftur og aftur þegar við komumst í fjölmiðla og þá er alltaf svarið, það er verið að fasa þetta út og við ætlum nú að láta þetta hverfa smám saman svo heyrir maður bara að það sé verið að byggja alveg sérstakt svona ver og og þetta er allt saman í mjög mikill þoku og mér finnst það hljóta að vera hlutverk stjórnmálamanna að svifta hulunni af þessu öllu og fara að tala forgangsröðun. Og forsvarsmanna orkufyrirtækina. Hvaða orkufyrirtæki voru þarna baki?
Já. Mér finnst þú að skrýti þegar ég skoðaði þetta síðast að þá var þessi gagnaver komið með sko raforku kaup upp á 150 megawatt sem eru 3 upprunalegra búrsveldsvirkjanir. Þannig að nú við erum komin út í algjörar ógöngur þarna að mínu mati. Húsvíkingar segja að við getum stækkað Þeistareykjavirkjun og fengið meira orku þaðan fyrir gagnaver sem einmitt eins og nefndir áðan kemur í staðinn fyrir PCC á Bakka, þarna rétt í Grænhúð. Ég keypti þeir bara 20 megawatt, ég var bara maður það ekki. Nei. Já, svo vil ég nú endurreisa PCC líka. Já, en sko ég man, ég var að vinna á Fréttablaðinu fyrir allnokkrum árum þegar ríkisstjórn VG, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokksins er að störfum seinna kjörtímabil, svona nýhafið og þá heyrir maður alltaf hjá fleiri og fleiri pólitíkusum og fleiri í atvinnulífinu að það sé allt stopp í virkjanamálum vegna þess að þessi ríkisstjórn sé samsett með þeim hætti sem hún Vinstri grænir þvælist alltaf fyrir öllu og það var talað að það að leysa þennan tappa svo fá við nýja ríkisstjórn og það virðist vera svona óþreyja þarna úti til þess að skauta mjög hratt yfir í það einmitt að tappinn sé heldur betur leystur samanber þetta sem ég nefndi áðan með að virkjanir sem áður voru í vernd það verið að færa þær yfir í biðflokk þetta voru við annars vegar með eitthvað tímabil þar sem við gengum of langt í því að halda á eftir virkjunum og núna gengið allt of Ég held að það sé ekki rétt að það hafi ekki verið neitt virkjað á meðan að síðasta ríkisstjórn satt vegna þess að Þeistareykir komu online, Búrfellsvirkjun var stækkuð og fleira þannig að það er alls ekki réttur málflutningur að segja að það hafi ekkert verið virkjað á þessum tíma það er bara þess að villa umræðina tel ég Já, Guðlaugur Þór sagði að ekkert virkjað síðustu 20 árin tóndella Algjörlega Það var búðarháls tæri viðbót Þetta bara svo alkohólisti að búa sig undir stórfyllir og segir að sé ekki til neitt vín þótt hann eigi 4-5 beljur og vill bara tryggja að hann eigi nú endalaust Svo það spurningin þetta einbeittur brotavilji eða herkæmska að ræða nýjar virkjanir alltaf sem umhverfismál að þau muni gagnast orkuskiptunum og allt verið svo frábært. Þetta óskhyggja eða þetta áróður eða hvað Þetta auðvitað áróður. Grænþvottur. Ekta grænþvottur svo Árni sagði því miður þeir trúi sig sjálfur. Það held ég alls ekki. Og svo almenningur hættur að trúi sig því að bara fólk veit þetta. Og þegar það koma þessar fréttir sem eru að koma af öllum gagnaverunum og stóriðjunni og því sem ekki má tala fólk veit þetta. Betur og betur. Það hefur þó tekist á síðustu 2 árum að sýna fram á það að virkjanir eru ekki bara fyrir orkuskipti. Arnarstofninn, Haförninn, hann á sín óðul í Breiðafirði. Og það bara reyndar sagt galið að fara að byggja háar vindmyllur á því svæði. Bara galið. Og Fálkastofninn, ég var nú bara að lesa það núna í fyrir nokkrum dögum að þar voru bara 30% af óðalum fálkans setin í sumar og Ólafur Nílsen sem hefur fylgst með Fálkastofnunum í áratugi segir að hann gæti verið farin eftir 3-5 ár og vísu talar hann að fuglaflensa geti komið þarna að máli en ef vera þá að byggja vindorkuver þegar að við erum með stofn í útdreifingarhættu á Íslandi finnst mér bara fáránlegt og sérstaklega þegar verið að byggja þetta upp þar sem að er þekkt að þessir fuglar haldi sig til. Árni, verðum við ekki bara viðurkenna það að Katrín Jakobsdóttir sem að setti sér hálitari markmið tíma heldur en aðra ríkisstjórnir voru að gera hún rann algjörlega á rassinn með þetta allt saman og við
Við höfum jafnvel í umhverfisgeiranum á meðal pólitíkusa þá hafa orð ráðamanna reynst ómerk. Ég veit ekki hvort ég á að viðurkenna neitt, en ég hélt svo sem engu fram ég var mjög ánægður hérna í stjórnarmyndunum 2017, sko meðan stjórnarmyndunum stóð yfir að Katrín talaði mjög mikið loftslagsmál. Já, mjög mikið. Og vildi ganga lengra heldur en nágranna þjóðir í að skera niður losun. Já, en svo var það ekkert verki, sko. Nei. Og greinlegt að Bjarni Benediktsson og Sigurður Ingi þeir stöððu hann af eða hægðu á henni en hefur settu ráðherra á sjálfstæðarflokknum. Já, ég að tala sko þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson verður ráðherra 2017. Hann var náttúrulega fyrst. Þá héldum við eða vonum að nú er ég tekið til hendinni, en það var ekki loftslagsmálum, það var bara því miður. Já, ég veit. Og hún hafði greinilega ekki nógu mikið fylgi eða eitthvað til að fá sjálfstæðarflokkinn og Framsóknarflokkinn með á það að draga úr losun. Það var samfylkingin kannski bara og Viðreisn jafnvel líka bara að yfirfæra stefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins í þessum málaflokki. Er ekki sýnt hvað sem bendir til þess? Sko, Viðreisn notabene sagði sinni kosningastefnuskrá að þeir ætla að draga úr losun 60% á þessu kjörtímabili. Takk. Ég sé ekkert gerast. Þú veist að 60%? Já, það vantar þess að varðhunda sem að sko vara kjósandi við. Þarna er nú eitthvað skrítið. Já, og þetta sem að þú nefndi með fjölmiðlana, það er lítið aðhald og erfitt að komast. Við erum alltaf með ófremdar ástand í fjölmiðlamálum á Íslandi. Ég get ekki undir það. Já, þannig að almenningur heyrir ekki neitt nema það sem kemur á í mokkanum á 50 dögum þegar hann er ókeypis, og þá er hann fullur af sjávarútvegs áráðri með meiru og svo það sem er á RÚV, og RÚV hefur ekki staðið sér neitt mjög voðalega vel í þessum málaflokki. Finnst mér. Ef við kíkjum aðeins út fyrir landsteinana, við erum að sjá eiginlega enn skelfilegri fréttir af sumarhitum eins og Spáni og víðar heldur en nokkur sinni. Það er enn til fólk sem að reynir að halda því fram að það afneiti því að hér sé að verða hlýnun á mannavöldum, en mann grunar nú samt að innst inni viti það betur. Stundum velt maður í fyrir sér sko að það sé ekki fyrr en veðrið eða umhverfisbreytingar verði hér og hefjist hér af svo miklum þunga með neikvæðum hætti að við getum komist á næsta stíg. Í gær fór nú heilt fjárhús út á sjó hér á Suðurlandi. Og við hefum haft gífulegar ofsarigningar. Ég man ekki eftir að upplifa svona sjálf. Fjallabaksleið syðri var ekki. Og svo höfum við allar þessi jarðskrið í dölunum fyrir austan og vestan sem að hafa valdið miklu neyslu. Segðu sér það klófin í tvent og það er ekkert að byggja þar. Þeir eru að segja að þessi hafið á fullu, komið á fullan þunga. Ég held að flestir viti það. Og kosti milljarða ári, sko. Við erum komin 1,5 gráðu í hitnun. Það bara reyndist verð þannig í lok síðast árs. Þannig að við erum alveg það bil að missa loftslagið út á höndunum á okkur. Nema að séu gerðar einhverjar gífulega breytingar. Sem er ekki vænt í Bandaríkjunum. Nei, ekki í Bandaríkjunum. Ekki eru Bretar að standa sinni eitthvað vel í umhverfismálum heldur. Nei. Hvaða þjóð ætli sé að standa sér best í umhverfismálum? Vitum við það? Á vissan hátt er það Kína. Á vissan hátt, já. Sko, losun hefur staðið í stað, eða minnkaður lítið í Kína, og Kína er langöflugast í því að fjárfæst í vindorku, sólarorku og
Já, þeirra fer hæst. Ég var bara að skoða greinum daginn í En sko, New York menn Times. geta staðið sér vel ef það fylgja því fjárfestingar. Það sem við erum í öllum löndum mjög léleg í, það er að hægja á. Já, það getur verið, en ég vil bara meina það að ef það er eitthvað ríki sem hefur sagt að við ætlum að verða besti í endurnýjanlegri orku, þá er það Kína. Já, áhugavert. Við segjum það líka oft. Já, þeir eru náttúrulega að láta ekki lýðræðið halda aftur að sér. Nei, En þarna nefnir þú bæði sólarorku og vindorku sem jákvæð teikn til Kína. Akkur er þá ekki jákvætt að fá vindmyllur á Íslandi? Fyrsta leið þá þurfum við ekki þessu orku. Öðru leið þá er að reisa vindorku hér á Berangrinum, jafnvel óðurlum Arnarins, á þess að vita til hvers og hverju vilja kaupa og hvað að gera við orkuna. Það er svona dálítið, já, það er svona, einhver skýrir þetta út til mig þannig að öll vindorku fyrirtæki vilji komast inn í rammaáætlun á undan hinum og það getur verið skýringin af þessu kapphlaupi sem virðist vera. Gríðarlegt magn af fyrirtækjum og svo ráðherra velur út þarna einn stað eins og ég segi, sem er allt og nálagt óðurlum Arnarins. Við vorum áratugi því að koma Arnarstofnunum frá 15 verpandi pörum upp í 70. Og það bara gengur ekki að reisa vindorku á Vesturlandi yfirleitt. Og þetta er stór vindorkuver, þetta er ekki smá. Kosturum við vindorkuver upp á landi hér á Íslandi, það er miklu ódýrara að byggja það, þetta er langt út í sjó. En viljum við fara að eins og í Laxeldinu að hleypa inn fullt af erlendi fyrirtækjum sem síðan flytja hagnaðinn úr landi eins og í Laxeldinu. Og búast ekkert endilega við mjög ströngum umhverfisreglum á Íslandi, menn það var svona komist upp með ýmislegt í Laxeldinu allavega. Björg, ef að því að Árni ræði rammaáætlun, það fylgdi einmitt sögunni þarna svo ég bakki aðeins aftur í tíman og fara að tala mína viðmælendur þegar ég var á Fréttablaðinu að skrifa orku og umhverfismál að með réttu eða röngu þá allavega tókst sjálfstæðismönnum og fleirum að koma þessari sögu af stað að allt væri stopp, það væri ekki verið að virkja nánast nokkuð og núna heyrir maður að sko þá þegar hófst umræða sem var svona gagnrýni á þetta sérfræðinga fyrirkomulag og rammaáætlun og þessa ferla og allt það og núna sko sýnist manni sem að það hafi orðið hugmyndir sumra eru augljóslega að bakka meira út úr þessari rammaáætlun. Væri það mikil skaði ef þetta kerfi sem við höfum mikið fyrir að koma á fót ef því er ekki eftir sambandi? Sko ég skil ekki alveg umræðuna rammaáætlun lengur og þessar tilfærslur sem hafa verið núna sem eru allar í átt til nýtingar og að á köflum og oftast nær raunar eitthvað sem að verkefnisstjórnin sjálf kemst að einni niðurstöðu og svo kemur ráðherra með aðra niðurstöðu. Og á sínum tíma þegar að þarna var breytt út af og fært úr vernd í byggð í síðustu ríkisstjórn þá urðu nú mikið læti meðal annars inn í VG þar sem að ég var þá framkvæmdastjóri og fólki fannst þetta vond skilaboð og vont fordæmi ef það væri hægt að tuskast með þessa rammaáætlun svona fram og aftur. Það er búið að tuskast þá ennþá meira með hana núna. En við vitum samt ekkert hvar þetta lendir. Og ég skil ekki eftir að ég fór á fund upp á Hvanneyri einmitt þessi vindorkuver á Vesturlandi, þá skil ég ennþá minna. Vegna þess að þar kom ráðherrann og sagði að það lægi nú alls ekki á þessu og að það þyrfti að fara varlega og það yrði ekkert leyfi gefið fyrir en það væri komin stefna vindorku nýtingu, það sagði líka og þetta hljómaði nú allt saman mjög vel en í leiðinni þá hljómaði það náttúrulega í mótsögn við það sem hann sjálfur var búinn að vera að gera ef að hann ætlaði fyrst að móta stefnu af hverju var hann þá að færa þennan Garpsdal
úr bið í nýtingu. Þannig að það bara mjög margt þarna sem ég átta mig ekki alveg á og ég vona að skýrist á jákvæðan hátt fyrir umhverfið fljótlega. Og rammaáætlun ef að fólk vinnur það af heilindum og ekki að toga í allar áttir, þá sannarlega betra að hafa eitthvað stjórntæki heldur en ekkert. En að tala niður álit sérfræðingarna og auka vægi pólitíkurinnar, þetta svolítið þróunarþekki sem við erum að sjá. Já, mér sýnist það, en ég verður að viðkenna að ég engin sérfræðingur í rammaáætlun, en það náttúrulega ef að verður að setja svona tæki og þróa það af bestu þekking og mætti að pólitíkin eða ráðherran viðkomandi getur svo bara vaðið yfir niðurstöðurnar er vond er vond staðreynd. En hann segist nú samt einhvern veginn ekki alltaf að gera það, þannig að það er best að njóta af hans. Kannski er hann að læra, ég reyna að vera bjartsýn. Já, ég vil að túlka þetta sem stefnumbreytingu. Sko, það er alltaf tæft eftir að Þjórsárver höfðu farið í gegnum 3 rammaáætlun held ég að verið og hvert skipti voru Þjórsárver sett í verndarflokk og þá kemur Landsvirkjun með nýja útgáfu af Norðlingaölduveitu og kallar það Kjaröldu-veitu. Og nú vil ráðherrann, umhverfisráðherrann, láta Landsvirkjun að njóta vafans. Svo þeir geti fengið sannað að Kjaröldu-veita sé eitthvað annað en Norðlingaölduveita. Já, þetta er óþolandi. Svona rammaáætlun þurfum við ekki. Nei. Og ef að ráðherra getur ekki tekið á þessu, þá eftir hann bara byggjum að fá kannski félagsmálaráðuneytið. Annað orðið yfir þetta er bara svik og prettir, þú ert að gefa það í skil. Já, og sko rammaáætlun er tilkomið vegna þess að stjórnvöldið gekk mjög illa með Kárahnjúkavirkjun. Og þau sögðu, ok, krakka mínir, nú hættu að rífast. Við gerum rammaáætlun, allt verður metið mjög faglega og verður farið að því. En það reynist ekki vera. Þannig að þetta með Kjaröldu-veitu og Héraðsvötnis mjög slæmt. Já, mjög slæmt og bara ömurlegt. Já, og þá má kannski vitna aftur í orð Guðmundur Andra ásælni. Ég hef grunum að það sé einhver skoðunarferð í gangi í dag þannig á þessu Kjaröldu-svæði á vegum Landsvirkjunar og kannski stjórnmálamenn með. Vonandi ná einhverju fjölmiðlar í þar. Já, vonandi. Já, þeir eru örugglega meðferð. Nú, hver var boðið? Ekki mér, en ég bara... Ekki mér. Ég bara frétt þetta. En það er búið að vera fróðlegt að heyra í ykkur og bjartsýnin hjá þér. Mjög mikil og kannski spyrnir almenningur við fótum ef pólitíkin gerir það ekki. Við getum leyft okkur að vona og máttur sérhvers einstaklings getur verið mikill. En kærar þakkir fyrir komuna, Kristín Vala, Árni og Björg Eva. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við eigum eftir að sýna ykkur fleira efni. Margvíslegt Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.